Já, bara óbolt fyrir fólk að vera flóttafólk að búa á Ítalíu. Það auðvitað ekki í lagi að senda fólk í ofsóknirnar sem eru að eiga sér stað á Ítalíu. En þetta alltaf sama vælið sem kemur upp, sko. Leið og á að gera eitthvað. Þá farið að væla. Bjarni Benediktsson náttúrulega sko hreinlega sprengdi ríkisstjórn út á útlendingamálum. Síðan leið, hann var búinn að sprengja þetta. Þá sagði hann, nei það allt í góðu, við erum búin að ná tökum á þessu öllu. Ég hef alltaf verið belja sko frá því að mann eftir mér, en ég hef ekki verið sögulega leiðileg gegnum tíðina. Ég held ekki sko. Ég hef nú heyrt hana. Ég veit það. Það er bara kjósum þetta, bara hafa þjóðarættkvæði þetta, en í staðinn var það svikið og þau sendu Gunnar Braga eins og eitthvað fíbl með eitthvað lítið bréf sem ég veit ekki, þetta var bara eitthvað mesti kjánaskapur sem ég fylgst með og það sáu það allir. Já. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á pardus.is/ein pæling til þess að fá hana þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jæja, Jakob, til hamingju með afmæli. Já, þakkaði fyrir það. Þú sendir á okkur og sagðir ég á afmæli hérna eftir nokkra daga, getum við nokkuð tekið upp upptöku, því að ég vil forðast allt sem að við kemur að senda fjölskylduna á afmælinu mínu. Einmitt, ég sendi það, ég sagði, getum við ekki haft svona day of fun í stúdíónu. Yes day. Yes day, herðu. Day of fun, tala útlendingamál og Valkyrju elskendur komin saman. Ég reyndar sko að mér finnst alveg vera freka magnað að fylgjast með því hvað margir makar er að reyna að komast svona frá mögunum sínum. Ég spyr eins og þegar einhver vinur minn segir, skilur, herri, ég var að koma með gólsett og ég svona, hvernig fórst ekki bara hjónabandsráðgjöf? Já, það er hérna, ég var að fá mér hund. En þetta er sko einmitt, það er svona stefna mínu heimili, það er ekkert mikið golf fyrir en kannski að börnin eru orðin svona 10 ára eða eitthvað. Já, ég meina, en líka bara húkta þessu, ég veit að ég verð alltaf í golfi. Það finnst líka einhvern gaman í golfi, sko. Það er enginn bara, mér langar hérna að vera með einhverja hérna járnprik að skopla einhverjum bolta hérna. Boxari, sko. Já. Þetta finnst þér þetta fyrirlitlegt. Ég held þetta með henta mér, einhverju svona göngutúrar í guðskrænni náttúrunni að slá eitthvað eins og. Nei, menn auðvitað fá makar leið á hvort öðru. Það er alveg eðlilegt. Já, ég gerir ráð fyrir því. Ég bara, er ekki golf aðal hjónasportið? Þannig var mér selt þetta heima á mér. Ég á golfsett sem maður minn gaf mér fyrir örugglega 15 árum síðan eða eitthvað og seldi mér það að þetta er eitthvað sem við myndum stunda saman. Svo þetta fyrir vegna börn, hvað gerist? Maður minn, hann hefur haldið vel við golfinu, ég hef ekki slegið kúlu í bara 13 ár. En þú kemur að því sko eftir svona 10 ár, það fyrir því að fara í einhverja svona ferðir. Já, og sonur minni byrjar golfa, hann er 12 ára, hann vill fara upp á hvern einasta dag. Þetta er algjör misskilningur, Tóti. Nei, minna, þú veist, þetta er flott sport. Þú getur alveg selt þetta sem eitthvað svona, skilurðu upprúttað, þú veist, lyklapartí með einhverjum auka hjónum, sko. Sem þetta náttúrulega er. Já, sem þetta náttúrulega er. Það seldi þetta sportið. Ég var að fara að segja þetta. Opinberlega, sko. Já. Þannig að sko, nei, auðvitað er þetta nákvæmlega eins og þú ert að segja, sko, já, ég keypti sko hérna gólsett handa þér. Það er svona eins og úlingspör segja hérna, kalling eða strákunni kemur heim með PlayStation. Gólsettið er bara sama. Þetta er ekki að fara að spila. Já, við erum að fara að spila saman. Ég er að fara í básar, þetta er líka eitthvað kynferðislegt við þetta, sko. Alls ekki, þú er aldrei komið í básar, sko. Nei, ég sé fyrir mér bara eitthvað svona alveg bara stóð af einhverjum svona, þú veist, ég fyrir bara að hugsa fjósið, sko. Nei, það er bara fólk þar með slíkt keppnisskap og maður er bara að reyna að láta lítið fyrir sér fara þegar maður er byrjandi, sko. Af því að það er bara verið að taka og mæla fólk út þarna og það er ekkert kynferðislegt við það. Þetta er bara pjúra sport. Nema auðvitað, afmörkuðum svæðum, kannski eins og Nesuna, það sem fólk er kannski að kalla þetta eitthvað annað en það er, sko. Er engin svingsena í grái? Nei, í biblíubeltinu, alveg. Ég held að þau séu verst, sko. Já. Það er sving, sko. Þetta er mormónastemming, sko. Nei, það er ekkert svo leys í gráinu. Ekki? Nei. Herri, ég tek eftir hérna, það var keypt kaka handa þér. Já. Sem er reyndar Dilja Loka í jafnóðum. Ég sé að þið eru bæði búin að bæta eins á ykkur núna í sumar. Já, þess vegna kom ég bara með köku fyrir Jakob frá okkur Tóta, að við erum þegar beðið aðhaldið. Þú mátt sleppur í dag þegar ammalið. Já, ég var komið með svona blæðandi fitu utan á mig, sko, svona bumbu.
Ekki svona stífa bjórfindu. Nei, það var bara svona ég ætla ekki eins og út í það en það umfangið við minkað en ég samt jafn þungur sko. Þannig að ég að fá einhverja rassvöðva eða lærvöðva Alveg klárt sko. Hvað finnst ykkur núna í þessu hvað ég var að segja, fitu, við erum alltaf með Sydney Sweeney sem að svona andlit margþætt bakslags bæði hvítt fólk í lagi í dag. Ég sá bara einhverja auglýsingar af gælu að koma út úr bíl í gallabuxum mjög flott auglýsing. Þetta good jeans síðan allt í hennu var þetta eitthvað mál og ég hef ekki fylgst með því sko, nema Trump var eitthvað ánæður og hún republikani. Já, það var þannig. En mér finnst þetta að vera bakslag í baráttunni gegn fitufordómum. Þú ert alltaf fanatíkus þegar það kemur þeim efnum sko. Já, ég meina, og eins og segi, þegar ég horfi núna ykkur, ég meina, þið hljótið að vera fyrir aðkasti. Réttilega segi ég. Þurfum þetta félagslega aðhald. En af hverju var þetta umdeilt, þessi auglýsing? Út af því að þetta slagorðið good genes eins og að það sé verið að tala genin hennar. Það má alls ekki rósinni fyrir góð gen sko. Já, bara skamma sín fyrir genasamsetninguna. Það er náttúrulega strax að hvít gen séu einhvern veginn. Ok, já, ég skil. En þið finnst það náttúrulega í lagi. Já. Er þetta ekki kona bara með góð gen? Ég meina það ekkit útiloka einhver aðra. Nei, ég verð að segja, ég segi svo Jakob, ég sá þessu auglýsingu og ég hugsaði bara samstundis með mér að mér langaði þessar gallabuxur sko, bara þegar hún var skvísi í þessum gallabuxum og ég rak ekki augun eitt annað en það var auðvitað áður en svona réttrónar maður búin að beina mér rétt átt. Maður þarf stundu svona smá nudge sko. Ég bara hafði ekki tekið eftir þessu sko. Ég keypti hlutabrifi American Eagle í kjölfarið, þannig að þetta líka svo ég greini nú frá hagsmunum mínum í því að koma þess á framfæri. Takk fyrir að vera heiðarlegur. Já, maður bara heiðarlegur. Og ég styð það með því að kaupa mér auðvitað þessar gallabuxur. Já, það ekki. Að vinna saman í þessu alþjóðlegu markaðsafgjörfi. Nákvæmlega. Heyri, fyrir maður yfir stjórnmálin. Núna þú, Jakob, náttúrulega aðstofamaður dómsmálaráðherra sem kemur úr flokknum og ekki í stanslausu fríi eins og Diljó. Ég aðstofamaður, fólk ætti bara, ertu ekki bara fríi fram eitthvað bara í september eða eitthvað. Ég vinn í ráðuneyti sko. Ég bara mæti eins og venjulegt fólk í vinnuna. Ég skal bara alltaf sjá þig á einhverjum myndum út á ról og ég verð ekki verið við það að þú sett mikið í vinnunni. Ég fekk mér bara lögbundið sumafrí. Ekki fekk ég lögbundið sumafrí, en þá ég ekkert lögbundið sumafrí. Nei, þetta 3-4 mánuði bara utan þings eitthvað. Þetta svo kennari. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Sko, nú ég samt alltaf að regla þessu saman. Það einn flokkur sem var 7 ár í vinstri stjórn og kom eiginlega engu í gegn í sambandi við dvalarleyfismál. Svo annar flokkur sem held ég hægri flokkurinn í þessu svona litrófi sem við erum með á þingi sem að reyna að gera allt núna sem dómsmálaráð. Ég man aldrei hver aftur hægri flokkurinn í dag. Það alveg sama hvort að ég í stjórn eða stjórnarandstöðu. Það bara að standa alltaf á mér öll spjót. En greinilega ekki nógu klók. En mér líður best þannig, mér líður best illa. Þannig að bara keep them coming, Tóti. Vilt þú byrja, Jakob, að reykja þér á þessum mánuðum sem að þið hafi verið í stjórn frá því þið hættu að vera í málþófi í útlendingamálum og tala um mannúð og inngildingu og fara með svona nafngreindar sögur af góðborgurum frá víðsvegar heiminn sem að mátti alls ekki senda úr landi. Það var svona meginstef Viðreisnar á síðasta kjörtímabili. Ég hef verið fremstur í flokki þar. Nei, það er nefnilega málið, Jakob. Ég skil vel. Það var náttúrulega sko, ástæðan fyrir því að þið náðuð ekki einhverjum breytingum í gegn utan á því, en ástæðan fyrir því ekki út af einhverjum málþófi Viðreisnar. Það náttúrulega einhver ný sögurskýring. Samfylkingin og Viðreisn hafi skemmt öll útlendingamál fyrir ykkur. Nei, við náðum rosalega miklu breytingum gegn þrátt fyrir málþóf Viðreisn. Það er bara svo merkilegt. Og maður læri þetta, ég nú ekki búin að vera lengi í pólitík en ég þótti 3. kjörtímabil mitt í rauninni fullu starfi við pólitík og mér finnst svo merkilegt að sjá svona sinnaskipti. Það er ár síðan að Viðreisn var að kjósa, ekki bara sitja hjá, heldur kjósa gegn breytingum á útlendingalögum
á Alþingi og fór hver þingmaður Viðreisnar fætur öðrum upp í pontu og talaði bara mannúð og inngildingu og bara hræðilegar aðstæður flóttafólks í Grikklandi og Ítalíu og Ungverjalandi ári síðan. Þá þetta fólk að messa yfir landanum með það allt sem þarf að gera og græja og enginn hafi gert neitt í þessum málaflokki árum saman og mér finnst þetta bara svo merkilegt konsept, þessi sinnaskipti. Mér finnst þetta jákvæð, ég segi ekki, ég styði þetta og við munum styðja þessi mál sem við höfum undirbúið í Sjálfstæðisflokknum, styðja að halda áfram á sömu vegferð. Þetta náttúrulega hlægilegt, farið bara á alþingi.is og flettið upp ræðum þessa þingmanna Viðreisnar og sjáu þessi sinnaskipti svart á hvítu. Ég fer bara beint í það. Ég held að það sé mjög Ég held að myndi koma á óvart. En svo segir, ég fylgdist líka með þessu og Sigmar var náttúrulega fremstur í flokki. Það var ekki bara Sigmar sko. Nei, Þorgerður Katrín líka, fyrir kosningar var líka þannig að hún... Það var kannski líka bara margt skrítið þannig gangi. Já, bara óbolt fyrir fólk að vera, flóttafólk að búa á Ítalíu. Það er auðvitað ekki í lagi að senda fólk í ofsóknirnar sem eru að eiga sér stað á Ítalíu. En þetta er alltaf sama vælið sem kemur upp sko. Leið og á að gera eitthvað. Þá farið að væla. Ég segi það sama, það sama hvort þeir eru stjórn eða stjórnaraðstöðu, þeir eru alltaf vælandi. Það er bara að fara að reisa okkur grátmúr þannig að fyrir utan þingi. Þú farið út að grenja þannig að einhvert fólk er að breyta einhverju. Það er alltaf lagi þú rifjir upp einhverja gamla ræður. Ég er ekkert við. Það er ekki svo gamlar sko. Það er bara nokkru mánuða gamlar. En á meðan þið voru að þessu að rifja upp einhverjar sögur, einhverja nafngreindra einstaklinga sem að mátti alls ekki senda úr landi og berjast gegn þrengingum og reglum fjölskyldusamningu. Það var það sem Viðreisn var að gera á síðasta kjörtímabili. Þá voru við að ná í gegn breytingum sem að stöðlu á því og auðvitað þekki Jakob þetta, hann er með þessa tölu fyrir fram að sig. Að við náðum niður dvalarleyfisumsóknunum, hælisumsóknunum, við náðum þvílíkum árangri í frávísunum og brottflutningi og við erum ekki að tala um bara einhverja handfylli, við erum að tala um auðvitað 20 og 100% aukningu og við sjáum árangur strax auðvitað þegar kemur á fjármálunum. Það er bara frábært hjá ykkur. Það var lítið og við munum styðja ykkur áfram á þessari vegferð, það er alveg sjálfsagt. Já, það væri gaman að sjá það allavega. Sjá það bara liggur augum uppi. Ég er samt búin að pæla í leikjafræðinni með þetta sko, að það núna er ekkert aðhald frá vinstri, að þá mun það valda því að sko, Obba mun bara þurfa að ganga lengra til að koma til móts við stjórnarandstöðuna. Það hefur verið ákveðið stjórnleysi í þessum málum og það sem er líka ákveðavert er sko að Bjarni Benediktsson náttúrulega sko hreinlega sprengdi ríkisstjórn út á útlendingamálum. Síðan leið og hann var búinn að sprengja þetta, þá sagði hann, nei það er allt í góðu, við erum búin að ná tökum á þessu öllu. Þetta er allt í góðu. Hvað gerir síðan? Þorbjörg fer inn í þetta ráðuneyti, byrjar að tala með þessi mál. Það er ýmsar aðgerðar kynntar, þá er það aldrei neitt nóg. En samt voru þið búin að ná tökum á öllum þessum málum. En ekkert nóg og gott. Nei, það er bara ekki rétt. Þetta er okkar stefna. Ok, fínt. Ég meina, þá þarf nú ekki Sjálfstæðisflokki mikið lengur ef aðrir flokkar eru bara að sjá þetta. Já, en það er þetta, Viðreisn bara klofningur úr Sjálfstæðisflokknum. Ég skil vel að þetta vefjast fyrir fólki. En staðreyndin er svo að þegar þarf að koma í sögu, þá var full reynt að ná fram ákveðnum viðbótar úrbótum sem að þurfti svo sannarlega að gera. En það var búið að stíga mikilvægt skref, það þurfti að stíga lengra. Og ég heyri það dómsmálaráðherra ekki bara út andstöðu frá vinstri grænum sem voru með okkur ríkisstjórn, heldur gríðarlegri andstöðu frá stjórnarandstöðunum meðal annars Viðreisn. Viðreisn fór þar fremst í flokki með Pírötum. Það var engin greinamunur því hvernig Píratar og Viðreisn höfðu sér í að útrópa fólk rasista og mannhattara og tala fyrir mannúð og gegn mannfyrirlitningu. Og ég get bara sagt það á þessu kjörtímabili, því að Jakob segir það að við séum alltaf krefast þess að við fyrir göngum lengur og lengra. Það er svolítið það sem að stjórnarandstaðan gerir sko. Hún nýtir í það sem að getur stutt það sem er verið að gera en gerir síðan kröfur Við vorum með öll þessi mál. Nei. En þegar ég hef verið að tala um þessi mál núna til dæmis, það sem ég hef viljað gera og ég hef verið að koma með ákveðna ábendingar, hver hafa verið viðbrögð Viðreisnar? Jú, þau hafa verið, hver Viðreisnar manneskjan hefur farið í viðtal á fætur annarri og sagt við eigum ekki að tala um þannig málflokk eins og þetta sé eitthvað vandamál. Það má aldrei tala um útlendingamál sem einhvern vandræða málflokk eða útlendingar sé einhver sérstök vandamáli áskorunir. Þetta er bara, þessi málflutningur er
þvættingur. Herru, ég þetta ok, ég ætla aðeins að hérna... Svo sem ekki við það hálfur ráðherran, sko. Nei, hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ég ætla að grípa hans inn í, út af því að við getum alveg verið eftir á skýringum og ég endar, sko, ég náttúrulega svo mikil rólendis maður, sko, mér svo sem alveg sama hvaða flokkur gerir hvað, sko, ég náttúrulega bara hérna að vinna fyrir land og þjóð. Lýðveldið. Og hérna... Þú ert þetta með Ísland í barminum. Já, það svona afmælis. Þú ekki, það engir aðri fánar sem að þér hefur dottið í huga að vera með hana? Jú. Með við bakslagið og annað sem í deglunni? Já, afmælinu. American Eagle, bara. American Eagle var reynda frábært. En hérna, klárum þess að útlendingum, við viljum ekki að allan tíman með hann. Sko, ef við tökum... Það kom inn á eitt út af þessum dvalarleyfis hérna, og mér svo sem alveg og bara, ég skil bara til já og hún getur bara pyrrað sig á því og það allt í lagi. En eins og með þessi dvalarleyfismál og svona, því að núna hérna tölum við svona norska leið, gamma saman hátt, hvað var að dvalarleyfin? Tala norðmenn norsku leiðina? Örugglega, þeir aðra þeim líkt, sko. Nei, það var bara svona skemmtilegur orðaleikur. Hvað gerir þá formaður Sjálfstæðisflokksins? Kemur upp og segir, já, þetta okkar stefna. Ég var að vinna að þessu, sem er bara kolrangt. Það sem Sjálfstæðisflokkurinn gerði 2023 var að leggja fram frumvarp að rýmka fyrir þessu öllu. Og það var samþykkt og allir sjálfstæðismenn kusu með þessu, nema reynda Diljá, hún var fjarverandi. Hún hefur verið einhvers stað með Gulla eða eitthvað, hann var líka fjarverandi. Var ég ekki bara að sinna erindum fyrir land og þjóð sem formaður utanríkismálanefndar? Það er ekki ólíklegt? Ég er ekki að gagnrýna þig, það var einhverju 7 fjarverandi þarna og... Þú ert ekki að væla? Og Jón Gunnarsson var líka fjarverandi og eitthvað því að við kannski bara... Ertu að tala um hérna dvalarleyfi... Venezuela? Nei, þú ert ekki að tala núna um hælisumsóknir, nú ert að tala atvinnuréttindi. Þeir sem að vilja koma hingað til þess að vinna og við ringum ákveðnar reglur í samstarfi við atvinnulífið þegar þeir hefðu kallað eftir ringun og því, þú ert að tala um það. Já, og það skilaði þessara óstjórn. Já, svo kom upp vandkvæði það framkvæmt, þetta voru tillögur svo við unnar nánu samstarfi við atvinnulífið. Svo kom fljótlega upp ákveðnir gallar og vandkvæði þá framkvæmt. Hvar eru greiningar? Hvar voru greiningar? Og það var skrúað fyrir það samstundis, þannig að ég tek alveg undir það, en það er þarft að bregðast auðvitað við ákalli frá atvinnulífinu. Þetta líka með námsmannaleyfin sem algjörum óleystir og svona, þannig að sko, og ég er ekkert að kenna Sjálfstæðisflokknum eitthvað það, skilur. Var ekki bara mannúðin? Þannig að, þú veist, ég er að segja, skilur, þú veist, fólk getur ekki alltaf verið fram og tilbaka, skilur. Það er alveg að tala um einhverju viðreisna þingmenn hafa verið brjálaðir hérna þegar þið voru í stjórn, en ég meina þið voru líka að bauka þetta, sko. En núna þið allt í henni búin að vera að vinna, skilur. Þannig að það er alltaf að fara í þessa leiki. Já, ég held að fólk, ég er bara sammála, Jakob. Og ég hef engan áhuga á því sérstaklega. Nei, og ég held að fólk vilji bara, eins og þú segir, að fólk vill bara hlutin séu gerðir. Það sem mér finnst lélegt, mér finnst vera hræsni og mér finnst ekki vera mjög stórmannlegt af ráðherrum, til dæmis sem taka af ákveðnum málflokkum, að þegar fólk eins og ég og mjög margir Sjálfstæðisflokknum hafa verið að taka ákveðin slag árum saman og það er búið að vera að rækja okkur út á götum og veitast okkur í matvöruverslunum að því að við sýnum ekki nóg mikla mannúð. Ég gengið maður bara allt á sérstaklega þú, Jakob, slík andúð. Nei, ég meina, og svo þegar það er og Viðreisn tóku fullan þátt í þessari orðræðu. Það er í þessu klassi, ég ætla að pissa í það. Viðreisn tók fullan þátt í þessari orðræðu í að stimpla fólk og útrópa það, kom í pontu og tala sem góð og gegni þingmaðurinn, að þegar að síðan hlutverkin hafa snúist við, að sé ekki eins og þetta gangast við því, bara já, þið voru ákveðni vegferð og við ætlum að taka þá vinnu, við ætlum að ganga lengra og bara gott að þið komið með okkur í þá vegferð. Ég held að það væri bara stórmannlegra af valdhöfum að gera það. Já, kannski er það hræsni, sko, en svo ég segi, ég var ekki á þessum stað og bara þekkja það ekki alveg. Þetta er fyrir minna tíð, eins og þið segja svo oft. Hérna, ég ætla að grípa aðeins inn í út af því að við getum talað um þetta á svona eftiráskýringar alltaf. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er
er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Hérna, sko... En ég meina að þingið stendur saman allavega. Já, þið eru öll frábært. Ekki nema... Bíða þess. Nema að komi doldið upp á. Bakslag. Bakslagi baratinni. Hérna, talandi um það, svona kosningahegðun og hvernig þetta er að breytast allt. Ég verið að velta fyrir mér, svona kosningahegðun fólks. Nú var Ólafur Þórn að gefa út skýrslu ásamt Önnu Heiðu hérna. Hefur þú lesið ekki skýrsluna? Ég er endar að lesa hana og hef búin að lesa hana, ég hef búin að skima yfir hana hérna tvisvar. Þetta er sjokki, já, við tölum hana eftir. En hérna, kosningahegðun. Ég hef búin að velta fyrir mér sko, út af því að flestir kjósendur eru ekki að spája mikið stjórnmálum eins og við gerum. Hvað kjósa hlustendur Hjörvar Hafliðasonar? Ég hef verið að pæla mjög mikið í þessu. Fótboltamenning, risa þáttur og alveg ótrúlegt hvað margir sækja þetta. Hvað haldið að... Ástæðan fyrir því að við pólitíkusar förum á fótboltaleiki, sko? Já, nákvæmlega, það er nákvæmlega. Ég er náttúrulega samt með svo sko rísa stórt beis, sko. Ég er náttúrulega svona... Þetta verið svona kjósendur? Nei. Heldur ekki? Þetta er sjálfstæðarflokkur, miðflokkur og síðan svona viljum framsóknarmenn. Kalt mat. Já, ég held að það sé alveg svona ákveðin kjarni, sko. Ég held þetta að við samt núna til dæmis, þetta var töluvert á svona samfylkingarmönnum, menn sem svona kusu Kristrúnu. Mín tilfinning. Já, áður hún sveik allt sem hún sagðist að ekki ætla að gera fyrir kosningar. Svona þegar, já, ég kannski... Alltaf ert í leið. Ég var bara að segja þetta. Alltaf í pólitík. Já, ótrúlegt. Það er ótrúlegt að ég sé alltaf í pólitík. Ég er samtal. Ég er hérna bara til að eiga þetta samtal. Veitir hvað ég er að gera? Ég er að reyna að forðast það. Ég færi þessar umræðu yfir í fótboltaumræðu sem að mér leiði svo hryllilega. Ég býði þetta ofriki heima hjá mér alla daga. Ég á fótboltasjúkan mann og son. Ég er náttúrulega horfið mjög lítið á fótbolta en ég hlusta á hvern einasta þátt sem Hjörvar gefur út og við gert í nokkur ár. Þú náttúrulega hlustar ótrúlega mikið. Það er svoleiðis. Já, ég hlusta alltaf á NFN í fjöflu. Mér finnst náttúrulega Hjörvar sko bara besti fjölmiðlamaður landsins. Og ég myndi treysta honum til að sko sjá fréttaflutning allstaðar. Ég myndi treysta honum til að vera sendiherra. Ég held að hann væri frábær í því. En bara forsætisráðherra. Já, þú veist... Ég held bara hann hefði svo ótrúlega lítinn áhuga á því. Já, þú veist, sendiherra, ég held að það sé alveg eitthvað sem hann getur... Þá þarftu að vera svona því að láta líka alls konar fólk. Já, ef hann er bara með sinn utanríkisráðherra, skilur, sem bara svona segir, Hjörvar ekki verið að hafa áhyggjur af þessu og hinu og eitthvað, en þú veist, þú mátt bara eitthvað tala um þetta. Mér finnst hann bara stórbrotin fjölmiðlamaður, ég alvörunni, mér finnst þetta bara alveg unaður að og hann er líka bara góður að pikka upp eitthvað lið og gera það að útarsæfu fólki, sko. Já, ég veit ekki hvort ég sé að upplýsa eitthvað sem að ég má ekki gera, en hann er sko, ég hef mér þess að haft samband við hann í sambandi við hvernig maður svona athafna sig í því að vera fjármagna hlaðvörp og þannig. Hann er bara topp maður. Hann bara gefur manni, þú veist, ég held ég að tekið klukkutíma spjall við hann fyrst þegar ég ræddi við hann. Algjör topp maður. Já, þetta er mín reynsla á honum líka mér hann bara virkilega flottur bæði í sínu starfi og eins þegar maður heitir hann er þetta er flottur strákur. Mér finnst hann samt alveg, þú veist, betri en ykkur finnst, sko. Erum við að breyta nafn á grúpunni? Er þetta aðdándaklúbur Hjörvars Hafliðasonar? En þú veist, þetta er alveg risavaxin hlustendahópur og ég þekki nokkra sem horfa ekki það mikið á fótbolta en hlusta samt mjög reglulega á hann, sko. En við erum sammála að það er engin viðreisnar maður í þeim hópi, eða ekki? Í hlustendahópi? Já. Og hlýtur að vera. Við auglýsum eftir, hér með, Jakob. Það er náttúrulega nóg af líka, sko, það er alveg svona, þú veist, ég meina Hallgrímur Helga er að horfa á fótbolta, sko. En er hann að hlusta á Hjörvar Hafliðason? Ég held ekki. Já, kannski ekki hann. Hann er alltof yfirborðsgóður til þess. Ég er þetta held, sko, að fólk sem að hlustar á Hjörvar Hafliðason sé almennt ekki svona Gísla Martins megin í lífinu, sko. 100% ekki. Samt alveg ótrúlegt, sko. Í alvörunni. Hann er með svo stórun hóp, sko. Ég held að þeim finnst hann bara ekki alveg nógu pólitískt rétt hugsandi, sko. Ég held að það sé einhver taugi þeim sem að... Hvað kjósa hlustendur Gísla Martins? Viðreisn, myndi ég halda. Og Samfylkingu.
síðan eru samt sjálfstæðismenn horfa mikið á Gísla Martein sko. Ég er ekki að grínast sko. Ég mæti ekki Gísla Martein á þess að bara sjálfstæðismenn séu bara Nei, já, er ekki sjálfstæðismenn að horfa bara svona til þess að bíða eftir einhverju Gísla Martein vannmetið sko, þetta er alveg galið ákvörðun. Þetta er náttúrulega líka besta slott á stærstu rásinni sko. Er það orðið einhvern faktor nema bara hjá, ég meina hverjir er það sem stilla inn á línulega dagskrá eða pikka þetta upp? Já, ég held að það sé ennþá alveg risa faktor sko. Já. Ég held að þú föstudagskvöld er svona líklegast þegar línuleg dagskrá. Það snýst kannski ekki endilega það að línuleg dagskrá sé eitthvað ekki að rýrna sem hún er örugglega að gera. Heldur að ef að línuleg dagskrá er í gangi þá er hún í gangi á föstudagskvöldi eftir fréttir. Já. Ég veit að Það er eitthvað annað millir á undan kappsmál og eitthvað. Af mjög góðu frá okkar samstarfi í Sjálfstæðisflokknum þar sem hann var alveg grjótharður frjálshyggjumaður hægri megin við mig sko. Þú er alltaf passmaður hans. Já, svo þetta er ekki passmaður hans. Erum ekki alveg á sömu kynslóð. Þið unga fólki, þau auðvitað sitið okkur hérna eldri fólki allt bara svona Já, hún var bara eitthvað fling eða ekki. Það sem er Svona verður að sögja til. Gísli Martein samt sko, það sem er skemmtilegt við hann líka því að fólk er með eitthvað ímynd á honum náttúrulega bara af netinu og sjónvarpinu og svona hann er djúplega fyndinn maður sko, ef þú fest með honum niður í bjór eða eitthvað. Já, bara sjarmerandi og skemmtilegur. Já, hann var algjört ædol hjá okkur í ungu sjálfstæðismönnum þegar ég var ennþá á þeim aldri. En svo þetta viltist það aðeins á leið og við hefum ekki fengið okkur mikið bjóra gegnum tíðina og hann hefur nú aldrei búið mér í þáttinn. Nú hann aldrei búið þér í þátt? Aldrei búið mér í þáttinn. Nú keipa því hérna. Já. Þú ferði í það, Jakob. Með Diljó. Þið verður reynda náttúrulega, þið eru frábæri viðmælendur sko, þess vegna gerum við þetta svona aftur. Ég studdi Gísla dyggilega á sínum tíma fyrir reynda löngu þegar hann var að feta sín pólitísku skref. Hann hefur verið öflugur borgarstjóri þannig á sínum tíma. Já, ég meina hann Hver vann áttur? Villi, já. Ég þáði bjór og ég held ég að mér svo kosið hann fyrir það. Þegar var hann 18 ára. Hann eiginlega skuldar okkur búið þáttinn þegar ég hugsaði þetta. Ég meina við erum búin Ég held að ég hef verið svona 10 ára þegar þetta var í gangi sko. Ég held að ég sé umtalsvert aftar á lista Gísla Marteins heldur en þú sko. Veistu að nú erum við búin að kasta þessu út í kosmosið. Jakob er með alveg djúpa tengingu hann inn á RÚV. Við verðum komin í eina þátt. Já. Hvað hefur þú farið oft, Jakob? Til Gísla? Hann er í þessari kreðsu sko. Þú ert í þessu svona, þetta er alltaf sama fólkið. Óskapast Gísla. Já, en það er náttúrulega líka sko. Er það eitthvað flýn? Já, við erum alveg. Hvað eru við ekki með sem að þú ert með sem að þarf til að komast til Gísla Martein? Kímni gáfu. Nei, ég veit það ekki sko, þú veist, ég er náttúrulega byrjaði svo snemmi uppistandi sko, eða svona var það ungur sko. Ég er náttúrulega vorkenni fólki sem þarf að halda út í svona þáttum að fá bærilegt fólk eða svona eitthvað sem að getur haldið einhvern samræðum. Við erum í raun og veru of fáina til þess að hafa almennilega þætti einu sinni í viku. Er það afsökunum fyrir því að þú hafi verið í þriðja konu þætti? Við erum svo fá, ég þurfti bara hver hann. Ég náttúrulega var ekkert svona oft. Fólk bara tók eftir því, það var ánægt. En hvað hefur þú farið oft? Er það ekki með töl á því? Ertu búin að fara það oft? Ertu með þetta í hagsmunaskráningu? Þetta ekki dagbók. Ég veit það ekki, 4-5 sinnum eitthvað. Það, þú veist, einu svona ári er nú ekkert eitthvað mjög oft, 1,5 árs fresti kannski. Þú getur bara lagt skóna á hilluna. Diljó sé ekki nógu skemmtilegt til að mæta, þá er það bara þannig. Það er reyndar, ég verð að viðurkenna það er bara Hafliða til dæmis, hann mætir. Já, ég meina hann er líka skemmtilegur, eitthvað annað en ég. Er það, fyrst þú nefnir þetta, mér finnst alltaf vont að heyra það þegar að fólk, ég hitti kannski fólk á förnum vegi eða svona rekst á lendingur og spjalli við það og það verður svona voða hissa og segir við mig þú ert bara ágætt, það er bara Diljá, hún var bara hress sem að sé bara ógæstlega leiður. Er þetta ekki algeng með stjórnmálamenn marga? Því að þú ert oft í einhverju svona átakaham, eitthvað kvartandi, eða ráðherrar eru svo mikið að passa sig að sko segja, þetta er mjög algengt og svona flesti vini mínir, ég hef nú aldrei verið fjölmiðlamaður, sérstaklega að taka viðtölu einhverja ráðherra á svona þetta er svona off record bara, einhver algjör meistari, síðan byrjar og allt. Jú, þú veist, það er bara svona
það nennir enginn að lenda í vesinni með eitthvað sko. Nei, enda alveg rétt og þá verður svona hálfgerður geldingur sko. Ég hef alltaf verið belja sko frá því ég man eftir mér, en ég hef ekki verið sögverið leiðileg gegnum tíðina. Ég held ekki sko. Ég hef nú heyrt hana. Ég veit það. Ég meina, það var líka alveg skrítið ef að þú vissir af því ef fólk ekki að segja þetta við því opinberlega. Nei, en svona fólk að láta þetta berast til mín. Nei, menn hér í nokkrum grúppum þar sem alveg svoleiðis bara shit. Ég bara, já, það leiðileg? Það ekki frekar bara frek og yfirgengileg? Ekki leiðileg, við verðum að leiða þetta strákar, þetta mikilvægt. Já. Væri þetta sagt ef þetta væri karlmaður? Að minnsta kosti væri karlmenn fá örugglega ekki eins mörg skilaboð eins og ég fæ að ég sé frek og með leiðilega rödd. Værið það hann skilaboð? Já, SMS, símtöl, bara reglulega. Fólk algjörinn nöttarar sko. Já, þetta bara ekki læg. Ég held að við þekkjum það öll sko. Ég fæ þetta líka sko. Hvað er helst að fá? Það bara aðalega eitthvað fólk brjála á mig fyrir það að fjalla á tiltekinn máta, þú veist segja að ég sé að peppa þjóðarmorð og að ég hati útlendinga og allt satt og rétt. Ég með þess að var hérna mikið svona. Það var maður sem að dyravörður hérna og kom til mín og sagði hérna, why do you hate útlendingar? Og ég sagði við hann bara, ég hata alls ekki útlendinga og ég vil ekkert að við séum að losa okkur við hennan útlendinga, en aftur á móti þá erum við þeirri stöðu og svo bar ég saman við hans land sem Georgía og ég sagði við hann, þú veist, ef það væri búið að aukast svona mikið í þínu landi og væri eftir 10 til 20 ár að fara að verða helmingur af þjóðinni, hvað myndir þú gera? Og hann sagði náttúrulega ánandi, náttúrulega bara vilja taka handbremsun á þessu. I would hate útlendingar, sagði hann það? Nei, ég meina, þú veist, þetta snýst heldur ekki að hata útlendingar, sko. Þetta snýst bara það að ræða hlutina á einhvern heilstæðan máta og... Þetta snúist alveg það hjá sumum, sko. Já, það eru sumir sem djúplega hata útlendinga fyrir það eitt að vera útlendinga. Já. Hittiði mikið annað fólkið það? Nei, þú veist, það er bara... Það er ekkert eitthvað yfirgengilegt vandamál á Íslandi, ég ætla að segja það. Ertu ósammála því? Finnst ykkur útlendingahatur vera bara yfirgengilegt vandamál í Íslandi? Nei. Við erum bara ótrúlega fjölbreytt þjóðfélag með mikið innflytjendum, það gengur bara vel heilt yfir. Þetta var svona flest bara venjulegt fólk, skilur þú veist, það er í mitt, þú veist, þetta verður að vera einhvern svona eðlulegur vöxtur á þessu. Þetta má ekki vera ósjálfbært, sko. En þá kemur líka hatrið, sko. Já, nei, sko, ég ætla að leiða mér að segja það, að það kemur líka þegar það eru miklu meiri áskorunir að fólk flytist hérna í stórum stíl sem að kemur frá löndum og menningarsvæðum sem eru gjör ólík okkur. Þá fara að verða til þessar áreistrar og þannig að ég held að það sé líka svona áskorun og sem við verðum að ávarpa. Hvað ertu þá að tala um? Ég er bara til dæmis að tala mennapt löndin eins og vinnir okkar Danir. Ég hef nú þinn ráðherra hefur verið að tala norsku leiðina, ég hef miklu frekar að hallast að dönsku leiðinni eins og margir í Evrópu eru farnir að líta til. Norðmenn taka í samhengi við dvalarleyfi sko á móti færrum í gennum þann. Já, nú erum við að tala um ákveðnar ákvarðanir og viðsnúning sem hefur átt sér stað í Danmörku. Þeir hafa verið að stíga svona mjög stór skref og Já, allavega í hælisleitendakerfinu þá hafa þeir auðvitað verið mjög. Já. Ég meina frá því að vera mjög opnir í þegar þurft að taka algjör uppi. En ég ætla að hendin uppi inn í þessu umræð þegar við vorum að tala um skilaboð sem að okkur berast, hvaðan er hvað. Ég er vissum að ykkur berst ekki skilaboð sem að ég veit að kvenkyns kollegar mínar lendi mjög gjarnan í. Og það eru svona óvelkomnar nektarmyndir og viðreynslur. Það er svona... Frá viðreysn? En ekki frá viðreysn. Viðreynslur. Já, viðreynslur, já. Og ég ætla bara... Gott úr komuningað til intervention og Jakob hætti að senda mér þessa myndir. Ég held að, já. Bara Jóhannes K.R. Kannastu við þessa mynd? Nei, ég held að þetta sé vandamál sem að þið glímið ekki við. Ég ætla að finna það. Ég hef eitthvað minna að vera alveg til því. Það er meiri eftirspurn heldur en framboð hjá Jakobi í þeim efnum. Já, Jakob lýsir eftir slíkum skilabóðum. En ég sko, út af því að við vorum að ræðum þú varst að ræða mismunandi menningu og annað, sko, ég hef nefnilega verið aðeins að taka skref aftur og íhuga þessi mál, sko, nú búum við þann veruleika að, þú veist, hér á Íslandi yfir 300.000 manna þjóð í þessum löndum
í Miðausturlöndum annars staðar og þar eru marga milljónir, 20 milljóna, 100 milljóna og sko mér þykir að vera ákveðin svona hvít, heteronormatífa svona yfirborðskend, hvað við segja, yfirborðskendur hroki að telja að við séum endilega að gera rétt í málefnum samkynhneigðra til dæmis og klæðaburði kvenna og við náttúrulega rættum þetta síðast og ég Verður gaman að heyra hvað Jakobi finnst það, hvernig konur klæða Já, það er sko, ok, við erum 300 manna þjóð og við erum með og við byggjum allar okkar hugmyndir á því að þú veist að þú má bara vera frjáls og þetta gera hvað sem, en þú veist hvaða undirstöður liggja baki og spyrjum við einhvern tímann þeirra spurningar sko af hverju þau hafa til dæmis eins og með klæðaburð kvenna, af hverju þau hafa þetta ákveðin máta og mér þykir að vera svona hvít yfirborðskendur hroki að vera einhvern veginn alltaf stanslaust að tönglast af því eitthvað að við séum svo framalega hvað þýðir framalega? Ég var í grunnskóla og sko þetta var hann að maður fekk svona hjálma fyrsta öðrum bekk, svona mertir imskip Já, það er búið að taka algjörlega fyrir það sko Öryggi nefnir bara búrkur Já, og þetta er öryggi sem að Já, bara sem öryggisatri Nei, menna, en hugsa ekki líka, öryggi sem að kannski við skiljum kannski ekki endilega á þeim tímapunkti en öryggi samt kannski sem að er gott að við séum með fyrir hendi þrátt fyrir það að við skiljum það ekki Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Er þetta ekki bara, já, sko, ég skil alveg hvað rökur er borinn á borð að það þurfi að hylja konur þannig að kallmenn geti hamið sig. Það er, þetta er svona einhver svona, siðferðileg, og klæðið í siðferði sem að þú vilt sýna, ekki bara innra með þér, heldur líka bara að þú vilt vera gegnum gangandi auglýsing fyrir þetta siðferði sem þú stendur fyrir. Og gott og vel, þetta er auðvitað mikil áskorun fyrir kallmenn sem get ekki hamið sig. Ég átta mig á því að vera þá í þessu sniðlausa þessum sniðlausa alklæðnaði og ég En fyrst við erum komin út í sko eitthvað svona bullumræður Þetta eru bullumræður þá sko ég var í raunverulega til í að normalisera aðeins eins og í þessum löndum sko þessi hvítu sloppar sem kallan eru í Já. Sem ég veit ekki hvað heitir þetta. Ég manna það ekki. Nei, ég var alveg til að normalisera það sko. Þú ert að tala um serkina. Já. Já, maðurinn minn á svona sett, það er ekki enginn sem er að stoppa þig. Þetta er gert fyrir svona hita og núna eins og Íslandi þá. Já, sko til dæmis ef þú ferð á svona einhver fund bara í Genf eða eitthvað eða Haag eða eitthvað, þetta er ekki sko hitabeltislönd en þetta er kannski 22 gráður úti og sól maður er í jakkafutum með bindi og maður bara svona valla kemst úr bílnum, það er svo heitt sko. Ég var bara til að vera í góðum hvíta Gulli var algjörlega búin að mastera þetta Karlmenn yfirleitt eru einhvern veginn búnir að sníða mjög margt bara svona, við reddum þessu einhvern veginn fyrir okkur Já. Nema í þessu allir bara alveg að kapna inn í einhverjum sölum bara allir rauðir í framan ég bara, hvað eru það að gera? Þú ert með kvenkynsráðherra, þannig að þú hefur ekki fengið þessi tips ég fylgdist með þessu með Gulli, ferðast með hann allan heim þegar ég var að stómaður og hann var búin að mastera þetta með sko stuttir með skyrtum og öklasokkum það er náttúrulega ekkert verra heldur maður í jakkafötum og öklasokkum Gulli er alltaf kommando Þú voru að spyrja hann út í það en stuttar með skiptunar og öklasokkarnir, þú þarf klálega að fá þér það en mér dettur þegar við erum að ræða þetta þannig að það kom upp ný áskorun í Evrópu, ég var bara að lesa um það sem er sko fólk sem er að flykkast á ferðamannastaði eins og í Portúgal og gengur síðan bara göturnar bara á baðfötunum, það hefur ekki séð þessu umfjöllun bara yfirvöld á Algarve í Portúgal eru bara að stemma stig við því að ferðamenn sé að labba bara götur bæjarins á gestringsbygginum. Þau eru bara alveg búin að fá sér fullsatt að því að fólk sé... Það eru massa túristastaðir þar sem að allt í hennu bara allir eru túristar á nærfötunum og... Það er vandlifað. Já, og eru að reyna sér stóð að sekta fólk fyrir þetta. Ég er náttúrulega líka eitthvað skrítið við þetta.
Sundfötum hérna inn í einhverju meiri borg sko. Já, ég hafði bara aldrei velt þessu fyrir mér, svo fór ég að hugsa þetta, það kannski ekki næs og býrð á Algarve í Portugal. Allt kom einhver tiljómist með einhverja 2 krakka í sundfötum og maðurinn á einhverjum bera ofan og þetta auðvitað ekki. Já, ég byrja, þetta ekki bara einhverjir... Og fólki miskoða formið þetta, auðvitað ekki... En þetta ekki bara einhverjir bölvaðir vinstrimenn sem eru, hvað ég að segja, grænir af öfund út af því að það augna konfekt að labba göturnar og makar kannski að fylgjast með. Ég skal ekki segja, þetta eitthvað vandamál sem við munum aldrei kynnast hér á Íslandi, það verður ekki þverfóta fyrir fólki sem svo léttglætt að það fyrir töðunar á okkur sko. Það gert náttúrulega grína því að við séum með stuttarmannbólum hérna á íslenska sumrinu, svo kallega 13 gráður og svona ekki of mikið rók. Besta sumar í heimi. Já, besta sumar í heimi, segja einhverjir. Ég meina það auðvitað, þið viti hvað besta veðrið í Reykjavík og bara höfuðborgarsvæðinu. Það Foldakorn í Grái. Það var í Fossvoginum. Það var einhver fossasmáru veðurstofan. Nei, sko, fyrst þú nefnir Fossvogin, þá verði ég að gangast við því. Það eru 2 veðursælstu staðir í Reykjavík. Það neðst í Fossvoginum og neðst í Voginum. Grái. Hvað hafið þið það? Grái vorum að eiga það. Það eru frábær græn svæði þarna. Já. Sem ég veist reyndar almennt ef við ættum að búa til svona einhverja sovjetblokkir á. En það svo sem önnur umræða. Ég bara elska græn svæði. Elskar, og við viljum bara vernda þetta, við viljum vernda fjöruna hérna, strandlengjuna og... Svo náttúrulega skíðabrekkan í húsahverfi. Göngufæri frá heimilinu mínu. Já. Skíðabrekka inn í hverfinu, hugsa ykkur, slík paradís. Já. Við förum eiginlega aldrei úr Grái nema bara nauðsynlega þurfum þess. Við höfum allt til alls í Grái. Það er að selja mér þetta. Já, en af hverju þannig getur náttúrulega, hvað ég að segja, tekjulægri hóp. En þannig getur tekjulægri hópar náttúrulega búið ef að þið myndi sjá skömm ykkar í því að skapa húsnæði fyrir þá sem nauðsynlega þurfa að halda. Við erum mjög fjölbreytta íbúasamsetningu Grái. Ég hef algjörlega kafað ofan í þetta og mikið eða svona bara ágætlega mikið af félagslegu húsnæði. Við verðum auðvitað að gæta þess að dreifa félagslegu húsnæði borgina, við séum ekki búa til einhver svona félagsleg gettó. Það er bara auðvitað... Eins og Gufunesinu. Að það hafi verið búið til félagslegt gett og þar. Ertu ekki ruglað saman með bíllausa lífstílinn? Það er skipulagsleysi sem er orðið í Gufunessi. Nei, það er aðalega sko Gufunes hverfi hefur auglýst sem bíllaussvæði og þannig að það er orðið svona bílakirkjugarstemminga, það er að vera að leggja bílum þar út um allar. Þeir glemdu sko að hugsa fyrst fyrir því að strætóinn færi í hverfið. Já. Það var eiginlega byrjuð á öfugum endanum. Þannig að fólk getur sótt leigubílastyrki. Gaman að segja frá því að Viðreisn stýrði þessu verkefni en það er nú annað mál. Það fyrir þín tíð. Ég stýrði þessu. Ég var formaður starfshóps þarna, ég bara setti þetta á allt og Styrkja leigubílumhverfi á Íslandi? Ég er mjög stoltur af þessu. Hvernig það að preppa ykkur fyrir alltaf þú í borgarstjórana? Þú er flottur borgarstjóri. Þú talar það, Diljá ætti að verða bara forseti Íslands hérna, hvað var það fyrsti þátturinn sem við tókum saman? Já, það svona Diljá kannski, já. Ef ég væri aðeins skemmtilegri. Já, það er náttúrulega... Röddin líka. Dýfka röddin á. Er það málið? Það er að dýfka röddin á mér? Ég veit það ekki. Við getum gert svona æfingar. Já, komum daginn. Svona Thatcher-æfingar. En borgarstjórnar kosningar, hvernig ætlaði að gera þetta? Ætla Gulli í borgina? Og þú í borgina? Þú voru að fá Gulla. Þú voru að fá Gulla í viðtal til að svara fyrir sig sjálf. Við erum auðvitað með frábæra notuðdag í borgina sem er Hildur, eins og Jakob nefnir. Það er enginn betur en Gulli þegar hann fær svona spurningar alltaf bara. Ég er náttúrulega bara ekkert búin að ákveða neitt í því. Nei. Það er enginn betur en Gulli að dodja allar spurningar, sko. Nei, ég er ekkert búin að ákveða neitt í því. Nei. En ég get allavega sagt að ég er ekki á leiðinni sækist eftir oddvitasæti í borginni. Ég get gefið það út, hér og nú. Veitu það. En Viðreisn, hvernig ætlaði að gera þetta? Ert þú eitthvað að taka þátt í þessu? Ég bara... Þú kemur ekki nálægt þessu? Ég oddviti þar núna og ég veit ekkert hver verður, sko. Nei. En þú, Jakob, hefur þú eitthvað hugleitt þetta? Nei, ég er bara, ekki mikið að hugleiða slíkt, sko. Þarf ekki einhvern ungan og ferskan kallmann hana í brúna? Svona nýjan Einar Þorsteins. Já, akkurat. Yngri, ferskari, fyndnari. Við skorum á þig við Tóti. Ég hef ekkert voðalega mikið áhuga á því að vera eitthvað svona virkur þáttakandi í einhverju slíku, sko. Nei. En ertu sérðu fyrirleiðin fyrir eins og Diljá sem að fer svona bakteral megin í það að koma sér inn í pólitík? Nei, ég get ekki sagt það, sko. Ég náttúrulega uppistandari, sko. Já, þú veist, en þegar þú kynnið þá væntanlega segir ég er aðstofað með dómsmálaráðherra, þú segir ekki, já, ég er uppistandari og svo er ég hérna, ég auka kiki. Já, einhver spyr, hvað ertu að gera? Já, ég er aðstofað með dómsmálaráðherra. Er það ekki það?
það það sem ég vinn við sko. Já, þú sagðir En ég ef- uppistandari en að þú Já, veist, já, ég er að reyna að spá í identityið þitt. bara búin að fjárfesta það miklum tíma í það bara gaman síðan hlýt ég að fara í það aftur einn daginn og gera það áfram En það er svolítið svona alþjóðlegt trend að uppistandarar og svona einhverju skemmtikraftar verði einhverju svona pólitíkusar, er það ekki? Það var Zelenski Zelenski, Jón Gnarr. Já, og ég meina uppistandrar geta farið í pólitík eins og aðrir sko, en ég samt bara uppistandi svo mikil snild sko. Ekki setja þetta algjörlega til hliðar, ekki sláta þetta borðinu, Jakob. Ég slæði aldrei neitt út af borðinu Opnum. Í hvaða flokk myndur þú fara? Miðflokkin Með Snorra? Ég er með íslenska fánan hérna Það er þetta rétt. Nei, ég bara raunverulega sko. Miðflokkin vantar reyndar ótvita í borginni. Ég meina, ég sakna uppistandsins líka sko. Já, Aha. við söknum þinn líka þaðan, sko. Já, ég saknaði þess alveg á hverjum degi eða svona, þú veist bara ég er mjög ánæður með það sem ég er að gera sko. En ég hugsa mjög reglulega bara, akkur er maður ekki bara eitthvað á einhverju sviði núna bara að fá útrás og fá bara góða tekju fyrir það og fara síðan heim að chilla sko. Er þetta takmarkandi starf að vera aðstofamaður? Nei, þú veist, ég myndi ekkert endilega að segja það mér finnst samt bara svona einhvern veginn þú veist, því maður er að einhverju leiti einhvers konar framlegging af ráðherra og ég er alveg meðvitaður að ég get bara farið að bulla eitthvað einhvers staðar ég er ekki að vera að klína því eitthvað á ráðherran minn sko. Nei. Sen er þetta náttúrulega bara alltaf mikil vinna þú kannast við það. Þetta er rosa mikið vinna. Er ekki meiri vinna að vera aðstofamaður en þingmaður það? Það er náttúrulega, sko, þegar þú þingmaður þá getur þú kannski svolítið stýrt í sjálfur. Svona vinnualkar eins og ég þegar hámarka alltaf vinnuákvæmstun alveg saman hvað er að gera. Já. En það er ótrúlega mikla kröfur gerða til aðstofamanna. Það er alveg þannig. Já, þetta Mikið er svakalega áreiti vinna sko. og En þetta er bara þetta snildar vinna líka. frábær vinna. Margt skemmtilegt. En ég fæði svona reglulega bara, djúðalli maður, það er bara gaman að vera með sýningu í kvöld eða eitthvað. En er það þó að því þú ert að sjá eitthvað sem þið langar svo ógeðslega mikið að gera grína? Þú ert kannski að lesa einhverja fréttir eða eitthvað svona veltingur fyrir og þið langar svo ógeðslega að henda grína því? Eða? Getur alveg verið sko, en líka bara einhvern veginn, það er eitthvað frelsandi við það bara. Já. Þú veist, maður er bara svona eitthvað. Ef þú Ég væri sko ekki aðstofamar, það er held ég líka mikil breyting sko. En svo þú segir, maður er mjög meðvitaður það að það sem maður gerir og segir, það getur verið hent upp á einhvern annan. Þegar maður er sjálfur komin í og orðin kjörum fulltrúi, þá berði bara ábyrgðar sjálfum. Já, nefnilega sko. Það er aðeins annað sko. Að þá einhvern veginn að þú segir eitthvað, þá kannski einhver samflókmaður eða pirraður eða bara einhverju fjölmiðlamenn eða eitthvað fólk út í bæ. En þá er það bara þú. Það skiptir einhver máli. Það er alveg eins og bara að þú ert uppistandari sko. Það er engin ráðherra eitthvað býsnast yfir því sko. Hugsa ykkur samt hvað þetta er búið að breytast ógeðslega mikið en hún undanfarið því að bara fyrir örfáum árum að það var, og þið tókur líka þátt í þessu Viðreisn var verra en Sjálfstæðisflokkurinn reyndar í þessu að sko passa upp á það að halda einhvern veginn móðguðustu manneskunni góðri það var alltaf bara eitthvað fólk skilur á Twitter eða eitthvað eða á öðrum miðlum alltaf tilbúið bara til að finnst ykkur þetta í lagi og Gísli Marteinn alltaf apaði það upp og gerði svona einhver grínstef úr því eins og með Jón Gunnar svona hann er umulugur og allt þetta er bara búið og það hefur verið ótrúlega áhugavert í svona því að fylgjast með því að eftir því sem að þetta hefur einhvern veginn horfið að þá einhvern veginn frelsuðust, þú veist, mér finnst alveg ekki að fólk einhvern veginn eins og þú veist aðstofamenn ráðherra eða eitthvað hann sé einhvern veginn geti verið að bara segja hvað sem er en þú hefur til dæmis og þú á sínum tíma þurftir að vera miklu meira að passa þig í því hvað þú varst að segja. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það sem er svo gott við uppistand sko, þú ert bara einn á sviði og fólk veit hvað er gangi og þú einhvern veginn svolítið stýrir sko öllu samhengi og öllu. Þú getur einhvern veginn, ég veit ekki, ég hef alltaf átt auðveldra með að segja það sem er dettur í hug á sviði en einhvern veginn í podcasti, ég veit það ekki, það verður einhvern veginn öðruvísi. Það er einhvern veginn miklu opnara til túlkunar finnst mér sko. Já. En ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með það. Þetta er svona, ég er að reyna ofta er þetta með að bara orða hugsanir mínar. Ég er bara með svo mikið OCD og ADHD og mikið flæði. Mikið flæði. En þú ert reyndar, sko, þú kannski varst ekki
að taka þátt í Vókinni mikið. Ég man að... Mikið, ég held bara að ég hef ekki gert sig það bara. Nei. Ég hef frekar verið skömmuð fyrir það í hina áttina, sko. Já, en Sjálfstæðisflokkurinn tók samt alveg þátt. Þið voru svona í því einhvern veginn að vera með einhver svona ímynd það að þið varuð frjálslynd og allir hinnir. Við fengum minnst að kosti litlar þakki fyrir það. Ég man ekki eftir því okkur Þið voru að taka Villa Bjarna niður af lista og setja konu upp og eitthvað svona. Já, Ég hef aldrei séð slíka aðför að einu manni, Villi Bjarnamaður, því líkur meistari sem hann er. Já, nú erum við kannski þá farin að útvíka ótrúlega skilgreininguna á Vóki, sko. Ef þú ert að tala að færa til eitthvað fólk á lista til þess að reyna ná betur til fólks eða vera með einhverja þó ég sé ekki mjög hrifin af því. Nei, ég meina, ef þú ert með prófkjör sem ekki með þessar reglur, þá bara sá sem fær flest. Já, reglurnar voru samt auðvitað þannig að það er hægt að sé að hnika til og bera það upp til samþykktar. Bara ef það er Villi Bjarna. Nei, Aðför að Villi Bjarna. Nei, það hefur nú verið gert í fleiri tilfellum. Bara fyrir þetta, aðför að Villi Bjarna. Ég vil ekki svara fyrir þetta því ég er ekki hrifin af þessu. Ég er bara þeirri skoðunar að úrslit prófkjöra eiga bara standa því að það sé bara lýðræðislegu vilji flokksmanna en svo eru aðri flokkar sem eins og Viðreisn sem hafa bara verið með bundna svona fyrirfram ákveðna flettulista. Hefur beðið Vilja Bjarna? Nei, við viljum bara ágætu samtali ýmis mál og hann vann með móður minn á Hagstofunni. Já, ég held hann sé ekkert sökut við mig. Já, þetta er fínt. Þannig þykir alveg útla að væntum hennar mann. Þetta er fínt kall, en ég minna hann hefði átt erfitt uppdráttar á flettulistanum hjá Viðreisn. En okkur hefur bara gengið svo vel í Sjálfstæðisflokknum að vera einmitt ekki með eina svona fyrirfram mótaðar skoðanir því hvernig listatónu okkar eiga lít út og náðu ótrúlegum árangri því að vera með jafna lista bara út frá frjálsum og lýðræðislegum prófkjörum. Þannig, nei, ég er ekki hrifin af þessu og þess vegna ætla ég ekki að bera í bætiflokka fyrir það. En fyrst við verum að tala um Pírata að sko núna náttúrulega eru þeir mjög atkvæðamiklir í borginni. Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig þau gera þetta. Ég held að Björn Leví farið inn á þetta. Já. Hetjan sem við eigum ekki skilið að mínum mati. Mér finnst að vera hann er að berjast í baráttunni. Alls konar baráttu. Já. Hann tekur slægin á samfélagsmiðlum til dæmis. Já, farið litla þakki fyrir en hann er á Facebook og að mannlíf að skrifa pistla sem heitir að vera þingmaður og 10. kafli kom út í gær. Þú ert að segja mér fréttir. Já, þetta er á mannlíf.is, þú tökla svo eina sem er ekki með að lesa þetta. Ég hef alltaf gaman að lifa í, sko. Ég hef bara mjög gaman á hann, ég var að vinna með honum og dáðist að hvað hann var samviskusamur og fylginn sér í og kom oft að því að hann, þó hann virki svona frekar kassóttur, kom hann oft, og kannski út af því, að þá kom hann oft auga svona á ýmsa vankanta eða var með góða fyrirspurnir oft í nefndavinnu til dæmis, þannig að mér var bara mjög gott að vinna með hann, kurteis og svona, minnst að kosta gagvart mér, ég veit hann var ekkert gagvart öllum, hann átti kannski ekkert eitthvað bestu samskiptunum við alla ráðherrana til dæmis, en ég bara óska Pírötum góðs gengis að þeir ætla að tefla Birni Leví fram, getur ekki verið en Dóra Björn. Ég spurði Bjarna einhvern tíma þegar hann kom hvort hann hefði talað við Björn Leví. Þeir voru það búin að vinna saman og fáranlega lengi Bjarni Ben. Já, og Björn Leví. Og Bjarni bara, ég vil bara aldrei tala við hann. Hvernig kemstu hjá því, sko, þú stingsalurinn ekki. Ég tala við Björn Leví, þú veist, ég hef talað við hann, sko. Bara... Já, ég ætla samt að segja, sko, því ég, það er nú búin að líða furðulega margir mánuður núna á þingi, þar sem að mér hefur ekki gefist færi, eða ég hef einhvern veginn ekki náð að kynnast öllum þingmönnum. Það er einhvern veginn miklu meiri flokkadrættir núna heldur en að hefur oft verið. Ég veit ekki, það þarf að fara í eitthvað skemmtilegt hópefli með haustinu held ég, sko. Þú veið að stýra því? Er það ekki frábær hugmynd? Það er margt skemmtilegt fólk, hana. Þú getur verið með uppistand. Einn skemmtilegur og einn belja, stýra hópefli. Þið er samt, sko, mér veist, ég er alltaf samt, nú er ég búin að vera með podcast síðan 2019 og það getur eitthvað margar ríkisstjórnir, en alltaf samt er sagt, sko, stemmingin er ógeðslega erfið núna, sko, það var alltaf verið skemmtilegt og ég veit ekki alveg hvað gerðist, en þetta er bara allt öðruvísi núna. Ég er nú búin að koma inn að ítreka og segja það sem er komið mest á óvart þegar ég bóksætti þingi var góð stemming. Reyndar rétt, þú hefur sagt það, en ég hef heyrt það samt í viðtölum við aðra, þá er einhvern veginn kvarti við því að stemmingi sé erfiðari núna. Kannski fínt bara núna að fá. Já, hún er það. Erfiðari. Og ég held að það sé að því að það eru rosalega umskipti, það kom rosalega mikið að nýju fólkinu þing núna og í hópnum var ótrúlega mikið svona embættismönnum, svona einhver svona
ég veit ekki, fólki sem er vant í að láta segja sig fyrir verkum, ekki framfylgjengun eigin samfæring og stefnu og ég held bara fólki eftir að finna sig betur í starfinu. Það bara að slaka á. Þú veist, bara að því að þetta starf snýst svo rosalega mikið það að bara tala saman, kynnast og ná svona einhverjum sameiginlegum niðurstöðum og reyna að sjá og spekla hvað hinnir að gera. Ekki bara eitthvað kjarnorku ákvæði. Samtali, Jakob. Já, ég alltaf að tala fyrir þessu samtali. Ég veit það. Líka sem er samtal. Hvernig finnst þér stemmingi vera? Þú ert að fá þetta núna bara beint í aðeins. Ég náttúrulega... Kannski ekki inn á þinginu? Mætin á þingi kannski svona einu svona 2 viku. Cirka. Mér veist að, þú veist, ég á bara vola chilluð og góð samskipti við allaðana, sko. Þannig að ég svona, ég veit það ekki, þú veist, mér veist allir vola fína þarna, en þú veist, finnum maður síðan ég líka alveg eðlilegt þegar það eitthvað svona þegar það byrja að líða á þingið og allir eru einhverju svaka stressi og ná sínu í gegn og ég ætla að stöðva þetta mál og bla bla, það veit að við mynda smá hiti en mér finnst nú yfirleitt samt fólk eiga svona tiltölulega kurteisislegum samskiptum, sko. Já, ég er alveg sammála því að þau eru bara tiltölulega og að mestu leyti kurteisleg en þau eru mjög stíf og ekki ég á náttúrulega allavega með fín samskipti við alla, sko, en ég átta mig ekki alveg á því hvernig þetta er alltaf inn í nefndum líka og svona Já, það verið svona óþarlega, maður hefur heyrt miklar umkvartanir svona einhver stífni og fólk sé búið að setja sig í stellingar og það sé svona ekki þessi andið sem að vinna öll saman í einhverjum málum af því að og ég hef svo víða greint frá þessu að það er svo allt öðru þessi stemming þegar maður mætir einhverju viðtalsþætti eða opna nefndafundi heldur bara á lokum nefndafundum og svo bara göngunum og svona. Núna hafa þessi mörk svona verið að færast aðeins til. Það er svona þessi stífni og einhvern veginn ókunnulegheit. Ég er svona frekar rólugur kannski líka bara gagnvart fólki, sko. Ég er ekkert mjög svona átakasækin, sko. Ég er mjög átakasækin en ég er það. Já, þú veist, mér er bara fínt að spjalla við þetta lið, sko. Já, ég mér það væri örugglega pínu erfiður þáttur, sko, ég var að fatta núna að þú fá ykkur saman ef að þú er líka svona mér leiðist svona átök. Ég dýrka það. Þræta og svona. En ég er svona gaman á átakasæknum fólki, sko. En þú veist, ég nenni ekki að vera að rífast við fólk eitthvað. Nei, en það sem ég segi, sko, á þinginu er þetta svolítið svona verið að rífast upp í pontu, rífast í viðtölum. Þess á milli hefur fólk bara verið bara fínir félagar og vinir. Ég meina það var bara reglulega farið til dæmis alþingiskonur fóru reglulega saman í svona hittinga, þú veist, sem að Þorgerður Katrín og Katrín Jakobsdóttir skipulögðu gjarnan, bara svona félagslegir hittingar. Þessa stemmingu vantar svolítið núna, þetta sé bara venjulegur góður vinnustöður. Hendi eitthvað að kalla, eitthvað svona herrakvöld. Það væri náttúrulega líka bara frábært, núna kvenna árið mikla. Ég veit þetta Jón Gunnarsson sé að hafa augun á þeim bolta þetta. Já, en núna náttúrulega Mér er þetta bóðið, ég náttúrulega er ekki þingmaður, sko. Ég skal bara tala fyrir því, ég skal tala við Jón. Það er ekki bara allir starfsmenn, en núna náttúrulega kvenna árið mikla, þannig að það væri eðlilegt ef að konur og kvár inn á Alþingi myndi taka sig saman og vera með einhvers konar hópefli. Gott og nefnir þetta, ég heyri þetta mjög gjarnan, konur og kvár. En af hverju ekki þegar það er verið að tala um kallmenn? Er það bara því við tölum ekki nóg mikið um kallmenn? Ég tala alltaf um kalla og kvár, sko. Er það? Er það verið að tala um svona vandamál með kallmenn og læsi? Kallmenn og kvár og læsi? Ég heyri þetta ekki mjög mikið. En kvár eru kannski bara standis veturlegi og læsi. Já, er það út af því eða? Ég heyri þetta þessi mjög gerðan skeitt saman við konur. Það er algjörlega fárlegt dæmi um þetta, sko. Konur og kvár, þetta var bara fyrst sem ég datt í hugvarandi kallmenn, hvað eru ólæsir? Það er stort svona... Nei, ég tala um kalla og kvár. Reyndur þú að segja það, þú segir þetta alltaf. Já. Mér varst þetta alveg magna senast þegar að það var fundur í sambandi við kvennafrídaginn að þá klikkuðu ekki, þetta var næst ég held að hún hefði klikkað tvisvar, það var svona útifundur þar sem að Þóri get og vil og allir hægri menni voru komnir saman til þess að fagna kvenna árinu það árið og þau klikkuðu ekki á að segja konur og kvár. Nei, ég var bara svona, var það ekki líka bara ákveðið þegar þú veist þeir hópar voru teknaðan undir? Ég hefði ruglast einhvern tíma. Hver ákvað það? Væntanlega bara öll þessi samtök sem koma þessu, þessi kvennasamtök og einhverju samskiptu við. Fyrir taugunar á þér, Dilja, þegar það er verið að ræða málefni kvenna kvár séu sett undir? Það er bara örugglega hér út í heimi hvort að kvennahreyfingin eigi að vera svona rosalega, þú veist, hvort að þessi barátta sé svo sama, sko, eða hvort að eigi að halda henni saman. Mér finnst það bara að blasa við að hún sé það ekki, en þú þurfum að spyrja hvort það fyrir taugarnar á mér. Nei, ég skal ekki segja það. Það er mjög margir þar, sko, og það er svo sem bara út af því að
mörguleitir er þetta kannski ekkert saman barátta en það alveg hvenær hreyfingin hefur kannski veitt svona verndarvæng sko. Þú getur kannski komið áleiðis þínum hugsunum það hvernig baráttan eigi að vera háð. Já, og það eru alls ekkert allir sammála það sko. Nei, en það sem þetta var bara vangaveldi yfir mér. Ég hef bara heyrt valið umræðu sko. Já, ég bara hef heyrt þessu skeitt saman við konur. Þetta mengi, konur og kvár, þú veist, hvenna barátt og barátta hvenna og kvára og þetta. Þannig að viltu regla tálmaður að feðra og kvára. Ég hef bara gert þetta og ég bara spyr af hverju það af hverju það nú ýmsar af hverju er þetta bara heimfært undir ég er ekkert endilega á móti þessu sko, en ég svona þú veist, það er samtalið, þetta er alveg spurning. Ætli það séu mörg tálmuð kvár? Já, þetta er bara mjög gott mál til þess að vekja athygli á, þetta er kannski eitthvað sem þú ættir að gera. Já, þú er nú í stjórnarandstöðu og meiri tíma í svona fyrirspurn. Já, þetta er nú málaflokkur sem er einmitt hjá ráðherra Jakobs. Þannig að með jafnrétti skrifstofa Pálmun kvára. Nei, ég meina, ég heyra þið kannast þið það sem ég er að segja og þið hafa einhverjum skýringar á því. Þetta er bara valið umræðu, þetta er alveg til umræðu, þú veist, bara hjá fólki og öllum þessum samtökum og sem koma að þessu, ég meina hvort að þetta sé endilega hvort að fari best á því að hafa þetta svona Ég er örugglega meira inn í þessu heldur en þið. Það er svona, allavega í samvætti við sko hvenna frídaginn og því að núna náttúrulega er ég man ekki hver titli minn en BSRB, ég er hjá Samhengi sem er ekki inn í BSRB, en við erum inn í BSRB, þannig ég er ekki hjá BSRB en ég er hjá Samhengi og þar er bara þú veist, þegar við vorum kortir í kjarasamninga að þá var allt púðrið lagt í það að við ætlum að halda kvenna frídaginn að ári og maður var bara, guð minn góður, hvað erum við að gera bara allt konur og kvár standa svona og við þurfum að passa upp á það er engar töluleg gögn þannig sko, bara einhvern að þetta sé bara að vera að brjóta á konum út í gríð og erg og við erum að fara að halda hann frídag og við erum að skipuleggja hann og ég var bara, erum við ekki að fara í kjaraviðræður? Hvað erum við að gera Ég meni, þetta ekki alveg En svo er Solveig búin að sprengja þetta upp náttúrulega, hún bara segir, heyrðu, við þurfum að hætta þessu woke kjaftaði og við erum bara krónutölur, já. Ég er náttúrulega, mér finnst þetta svo leiðileg umræða. Í alvörunni? Já, þetta er skemmtilegast umræða. Jakob er svona að drepa hana með þess að segja bara já, er þetta ekki bara svona? Og getum við ekki rætt Þú varst að segja þetta að vera valið umræða? Já, valið en leiðileg. En hvern árið er það ekki bara upplutt? Algjört dellaða mínum að Hvað ætlar þú að gera á því tilefni? Hvernig árið mikla? Mæti vinnuna Að komið frumvarp nálgunabann Já Það verður alveg Nei, ég meina, þú veist, þetta En bara þitt persónlega framlag, ég meina, hvernig bara 3. og 4. vaktin og allt þetta Hvernig ert þú? Ég er bara að dekka hana Þú dekkar hana? Já, bara allt árið Já Maðurinn þinn fyrir bara í golf 100% Meiri feministi maðurinn Já, ég ætla ekki að andmála því sko Ert þú feministi, Diljá? Ég er jafnréttissinni Þannig ekki feministi Ég aldrei sérstaklega skilgrætt mig sem feminista það er bara því að þegar ég þetta fólk sem hefur verið yfirlýstir feministar kannski ekkert fólk sem ég hef tengt neitt sérstaklega við svo er ég bara svo setjum mig stellingar svo Jakob svo er ég bara að reyna að vera ekki að stimpla mig svona mikið Nei, finnst þér ekkert skrítið að hvað ég var að segja, gefa puttan í það baráttu sem að hefur gengið úr skuggum það að þú hafi verið á annað borði réttindi hér á landi og búir við þau lífskjör sem að þú ert raunverulega með. Finnst þér ekkert skrítið að snúa baki við það nú þegar þú ert komið með þau réttindi? Ég vil bara meina að ég sé einmitt að... Hreyfingin hefur nú skipt máli þar. Ég er einmitt að hef verið að leggja þeirri baráttu lið. Ég hef nú verið að vekja athygli á baráttu sjálfstæðis manna og ekki síst kvenna í þessum efnum og verið að leggja lið meðalans með því að vekja athygli á því að við getum verið að ganga réttindi kvenna að hafa þeim áhyggjur. Ég hef verið að taka upp meðal annars málefni sem að fór fyrir brjóstu einhverjum sem er kynfæralimlesting sem er málefni sem að við höfum verið að berast gegn í þróunarsamvinnu og ég vakti máls á því að við getum og höfum þetta gripið til ráðstafana af því að við getum farið að sjá slík tilfelli hér á landi þetta er bara þetta virðist vera ótrúlega fjarri okkur en þetta er jafnréttismál sem að raunverulega konur vísvegar heiminn er að berjast fyrir. Ótrúlegt en satt. Já, strákar.
Guð blessi. Guð blessi, hérna ljúkum þessu. Sá mig. Er það pissaði? Fara bara að pissa og svo ljúkum þessu. Og þá höldum við upp í hefðinni að Jakob fer aðeins í burtu. Nei, ég kvætti alveg þetta út og svo höldum við Það er ekki í lagi, við erum alltaf með smá kapla Jakob þegar hann er í burtu. Ok, höldum En að því hann er ammali, þá getum við kannski sagt eitthvað fallið til hann. Þá vil ég samt að bíða eftir hérna lokaspurninga þannig að Jakob er komin aftur. En já, höldum áfram. Já, eitthvað fallið Jakob Ég að því hann bara ammali. dýrka Jakob. Mér finnst ég alveg talað, eftir því sem ég hitt hann oftar, í skemmtilegri finnst mér hann að vera. Og hann er alltaf líka geðþekkur strákur, hann er, fyrir svona átakasæki fólk eins og mig, hann er bara rólindismadur og hann hefur bara einhvern veginn góða nærveru. Og hann er líka alveg hægri maður, sko. Hann er ekki eins óþægilegur og lítur út fyrir að vera. Mér finnst hann ekki lítið út fyrir óþægilegur, ég veit ekki hvað þú ert að tala En af hverju náðu Sjallarnir ekki í hann? Fyrst að hann var á annan borð til og komið pínu óvart, sko, hann væri að fara í þetta, sko. Já, þú greinilega veist ekki allt, við vorum ekkert inn í þessari öfnu, það var auðvitað miðflokkunum sem að, eins og þú veist, hans besti vinur endaði auðvitað þar og það var auðvitað hart slegist hann mann þar, sko. Veistu af hverju það var? Þannig að ég held að hann sé ekki að grínast þegar hann sé að segjast íhuga að fara frambúð fyrir miðflokkinn í borginni. Heldur að þessi fáni í barminum hafi verið Ég held að þetta sé eitthvað smá svona tís. Aha. Ekki? Ég veit ekki. Mæti eitthvað hinga, grínast með að fara í borginni fyrir miðflokkinn með bara skjöldin í barminum. Já, hann mætti í skjöldur Íslandsból líka, hann fór bara í jakkan yfir. Eða sko gamla bólnum. Við erum ekkert komin undir yfir skjöldur Íslands. Peppar þú skjöld Íslands? Nei, ekkert sérstaklega frekar heldur en eitthvað annað, sko. Mér finnst bara, mér finnst þetta ágætt að heyra að í þessum hópi væri menn sem að væri á svona villusýns vegar, væri svona að reyna að beina orkun sinni og athygli á jákvæða brautir. Mér finnst bara gott ef að fólk er að tala fyrir betra íslensku samfélagi en ég hef ekki kynnt mér innan félagsskap eitthvað sérstaklega. Bæta ráðsegum sitt með því að leita lituðu fólki og grípa inn í löggæslumál. Það er nú ekki það sem að mér hefur heist verið að gera, eins og ég segi. Ég hef ekkert kynnt mér innan félagsskap. Ég hef bara lesið þessar fyrirsagnir og svo sá ég að þeir voru að skipta merki að þeir eru svo tillitsamir. Já, andri. Já, og svo að því ég sá að Jakob var í pólnum. Já, en það Svo við ræðum nú Jakob, fyrst að það er reglan að við skerum það hérna. Það væri sko, miðflokkurinn og Viðreisn er alveg með áþekkar, sko, ef þú ættir að giska núna, hvaða málefni eru algjörlega á skjön innan miðflokksins og Viðreisnar? Algjörlega á skjön? Já. Ég myndi segja bara til dæmis að það komið hann óvart að Jakob mætinga með þennan fána. Já, við höfum farið yfir það, en svona málefnilega. Ekki Evrópusambandsfánan. Ég myndi halda það var stærsta máli, við erum ekki byrjað að ræða við tölum svo fallega þau fóst, en það er bara því þú áttir ammali. Nei, ég tala alltaf vel þig. Ljó talar alltaf illa mig. Það er hefð hjá okkur að tala illa þig þegar þú ferð, sko, Tóti er eitthvað að setja upp einhverju grími núna. Nei, við vorum bara að tala það er svo gaman að þú hefði mætt hann í skjöldur Íslandsbólnuðinum. Já, mitt, ég er í honum hérna undir. Vorum að skipta kross. Ég var þetta með aðra spurningi í lokin, en förum að svona Evrópusambandi. Langar þig í Evrópusambandið, Jakob? Nei, ég vil allavega þjóðaratkvæði þetta. Ég vil það líka. Ég veist algjörlega, ég veit ekki treysta þjóðinni. Ég er sammála. Já, en gætum við þá ekki heimfært það upp á bara fjölmargt annað? Þetta er svo auðvelt að klára umræðum eitthvað ótrúlega erfitt mál sem hefur ekki verið rætt mjög lengi því að alltaf svari við því, þú ætlar að fara að ræða Evrópusambandið við ESB sinna, þetta fársjúka ESB-lið og þá kemur alltaf, já, við þurfum ekkert að ræða þetta. Við viljum bara greiða þetta þjóðaratkvæði og bara láta þjóðina skera um þetta. Við vorum bara í þjóðaratkvæðagreiðslu bara fyrir nokkrum mánuðum síðan þar sem að Evrópusambandsaðild var ekki dagskrá, þar sem að manneskja sem er í dag forsætisráðherra sagði bara að vera ekki tímabært að setja ESB á dagskrá. Nei, en Viðreisn talaði bara að þau vildu þjóðaratkvæði hvort við ættum að fara í þessar aðild að vera. Þannig að þar með var eðli málsins samkvæmt ESB ekkert endalaust umræðu. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að þið hafið klætt ykkur upp í appabúninga og mætt árshátíðir með ESB-farnum. Þið eruð ESB-flokkur sem að klaufs út úr sjálfstæðisflokknum út á ESB-aðild. Það er bara óumdeilt. Þetta var bara ekki málefni sem var á dagskrá í síðustu alþingiskosningum og mér finnst bara svo ódýr afgreiðsla. Þið voru nú reyndar með það á dagskrá.
að fara í atkvæðagreiðslu núna? Bara ESB, þetta var bara annarkvært skilt, það var bara nei við ESB og líka Sigmundur Davíð, þið voru nú mikið að pæli því. Já, þetta var ekki... Þannig að ég get ekki sagt að þetta hafi ekki verið á dagskrá, þetta er bara mjög mikið. Þetta var ekki stærsta máli fyrir kosningarnar og það sem að þó var gefið út var það að núverandi forsætisráðherra sagði þetta væri ekki komið á dagskrá. Ég er bara sammála Kristrúnu þegar hún segir að það séu bara fjölmörg aðkallandi mál sem að við eigum að vera að ráðast í hér og ræða og við eigum ekki að fara að leitast þetta því að sundra þjóðinni kljúfa þjóðinni herðar niður og það er algjört rugl að segja það að þetta mál mun ekki kljúfa þjóðina eða sundra. Ég held einmitt að þetta muni bara sundra vinahópum og fjölskyldubónum. Róum okkur niður. Þetta bara við erum að sjá skilnað í hrönnum umræðu það, ég meina þar eru þetta samt megin þorrin, það er svona þverskurðurinn, það er gráurinn. Þú fer þá bara í einhver önnur lyklapartí. Nei, mér finnst allt í lagi. Gráur búa jafnmargir og Akureyri þetta er bara ágætt þverskurður þjóðinni. Hérna, má ég sann skjóta inn í? Ég skil ekki, fyrsta lagi ég held að Viðreisn vilja ekki fara í ESB. Ég held að mjög fáir í flokki Viðreisn sem vilja fara í ESB, annars myndu þau aldrei setja dagskrá því að það að fara inn í Evrópusambandi í dag er hræðileg hugmynd. Ég hef verið Evrópusinni mjög lengi. Ég meira þess að var pínur hlindur aðild að Evrópusambandinu fyrir ekki svo löngu. En í dag er þetta alveg hræðileg hugmynd. Það er svona skil ekki okkur því sjálfstæðismenn eru svona litlir í ykkur gagnvart því að fara bara í þjóðaratkvæði. Segðu bara, er ekki spurning ef þú ert að móti Evrópusambandinu þá áttu að segja bara, heyrðu, við höfum að drífa í þessari, við höfum að flýta þessari. Flokkurinn og Framsóknarflokkurinn og allir gerðu það á sínum tíma, þannig að 2013 eða hvenær kosningarna voru, svo allir við ætlum bara að kjósum þetta, bara hafa þjóðaratkvæði þetta, en í staðinn var það svikið og þau sendu Gunnar Braga eins og eitthvað fíbl með eitthvað lítið bréf sem að ég veit ekki, þetta var bara eitthvað mesti kjánaskapur sem ég fylgst með og það sáu það allir. Fór ekki Sigmundur Davíð sjálfur sann? Það sáu það allir. Þetta var þetta kjánaskap. Hefst nú 40 mínúna yfirferð yfir það sem að gerðist þegar þú varst 10 ára eins og fórst yfir áðan. Mér finnst öllu vera snúið á hvolf. Meiri segja að drengur í 10. bekk sá hvað þetta var kjánalegt. Sjá hann tautandi eitthvað ensku í Brussel með eitthvað bréf. Mér finnst öllu vera snúið á hvolf þegar það er sagt að það að vilja ekki fara á skjön við úrslit kosninga. Það sem að niðurstöðan er svo að mikill meirihluti það sem að þar settu þið með ESB á dagskrá eins og allir mikill meirihluti þingmanna sem að situr á Alþingi í dag vill ekki ganga í Evrópusambandið. Það var kosin á þeim forsendum að það ætti að vera þjóðaratkvæði. Forsætisráðherra sagði það vera ekki tímabært að setja ESB á dagskrá og ég er sammála því og mér finnst öllu vera snúa hvolf þegar það er borið upp að ef að maður vill ekki setja ESB allt á dagskrá og snúa hér öllu haus og setja þá auðvitað allt annað til hliðar til þess að vera að fókusera á einhverja umræðu það að ganga inn í eitthvað samband sem að enginn hefur áhuga að vera hluti lengur af og þjóðir eru frekar farnar að íhuga það að flýja þaðan og byrjar að flýja þaðan að þá sé maður einhvern veginn hræddur við að taka umræðuna. Ég er bara búin að vera að taka þessa umræðu frá því að ég ætla ekki að segja að læra að tala en ótrúlega lengi, örglega frá því að þú varst kynþroska. Eina sem ég skil bara ekki er þessi röksendarfæslaðin ok, á sínum tíma þegar allir voru sammálum hafa þjóðaratkvæði, en síðan var bara ekki þingmeirihluti fyrir því hjá ríkisstjórninni þá var bara Gunnar Bragi sendur með einhverja servéttu. Allt er góðu. Núna segir þá Kristrúnu sem mikill hræstnaróttjón sagði að hún vildi ekki setja þetta á dagskrá en það er þingmeirihluti fyrir því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá er það allt í einu svakaleg svik. Bréfið hans Gunnars Braga var nú ekki áhrifa minna en svo að ESB sjálft tók okkur út af lista yfir aðaldur umsóknarríki. Við hefum ekki verið þar á lista síðan að Gunnar Bragi og Sigmundur Davíð skrifuðu og afhentu þetta bréf þar sem að aðildarviðræðunum var formlega slitið. Þannig að ég auðvitað vísa þessu bara bug. En ef þú vilt ræða Evrópusambandsaðild, bara gjör svo vel. Endilega segðu okkur okkar við eigum að fara í Evrópusambandið. Ég nenni ekki að hlusta á endalausa þruglum það ef við eigum að halda þetta þjóðaratkvæði. Segðu bara þjóðinni af hverju. Af hverju ættu við að vera að ræða þá og eyða í það púðri núna að ganga til liðs við þetta sökkvandi skip sem að Evrópusambandið er. En Jakob, þetta er góð spurning samt. Af hverju, þú segir að við erum þjóðaratkvæði, þetta er gott og vel.
En vilt þú fara sjálfur í Evrópusambandið? Það sko, ég man að Stefánina var að spyrja Þorgeiri, hún bara neitaði að svara því. En ég vil samt alveg svona skilja hvaðan... Ég er opið fyrir því, ég vil bara sjá þessa samninga. Sjá þessa samninga? Já. Þeir eru bara upp á borðinu. Sáuð myndbanda Össuri sem var að koma út í dag? Ég hef bara margótt séð þetta myndband. Það sem hann var að segja að það var svo frábært hvað Evrópusambandið væri leiðilegt í því að koma til móts við þarfir ríkja sem var að fara þann inn. Og gaurinn bara, ég veit ekki hver þetta var, lengur þingforseti eða eitthvað, hann bara... En það hafa náttúrulega verið einhverjar undanþágur í gennum tíðina og það ekki... Engar permanent. Og fulltrúi framkvæmdastjórninni, ég ætla bara að árétta það að það er alveg hægt að fara að skoða einhverjar aðlaganir en það eru engar varanlegar undanþágur veittar frá megin atriðum Evrópusáttmálans. Punktur. Ok. Það er bara það sem er på borðum og þess vegna getum við kosið það. Það kláraði þetta bara, kjósum það, þá náttúrulega öll þjóðin bara mentilega á móti þessu. Kjósa hvað? Þetta, að hvort við viljum fara þannig inn hvort við viljum fara í aðlöguna viðræður, af því að það er það sem þetta er. Þetta snýst það að við sýnum viðræðurnar snýst það að við leggjum þau spilaborðið fyrir Evrópusambandið hvað við erum tilbúin til að gera til þess að ganga til þessu sambandi hvernig við erum tilbúin til að aðlagast sambandinu. Það hefur enginn farið þessa vegferð, enginn ekkert aðildar umsóknaríki hefur farið þessa leið og ég hef átt í svo mörgum samtalum þetta við ESB-þingmenn og kollega okkar bæði í ES-samstarfinu, EFTA-samstarfinu og ESB þar sem að þeir eru veltið sér fyrir sér bara, hvað snýst þessi umræða viðræðurnar? Ég meina, akkur taki ekki bara umræður sambandi sjálf? Nú að því að ESB-liðið, það er hrætt við það. Þau vil ekki taka umræður sambandið af því þau vita nákvæmlega hvernig það er horfa við fólki. Og þess vegna eru það alltaf flúnar með því að segja við þurfum bara að sjá opna pakkan. En þið eru að flýja með því að vilja ekki kjósa með þetta. Pakkin er galopin. Pakkin er galopin. Sögðu náttúrulega sínum tíma. Umræðan var drepin þannig fyrir kosningarna 2013 með því að afgreiða með þjóðaratkvæði. Af hverju erum við að tala kosningarna 2013? Tölum bara kosningarna 2024. Af því að það bara situr í fólki. Þetta var ykkar tillaga að vera með þjóðaratkvæði. Ég hvort þessi ykkar tillaga. Já, ég veit að hefur setið í örfáum einstaklingum handfylli fólk sem hefur sótt grasróta fundi á Viðreisn. Þetta var stór mál. Og klufis út úr Sjálfstæðisflokknum út af þessu. Ég átta mig á því. Þetta var stór mál. En viljið ekki þá bara fara að ræða Evrópusambandið við þjóðina? Við getum alveg tekið einhvern veginn hætt að villa fyrir fólki að það sé vera opningu pakka, fariði bara og googlið þetta, sjáu hvað þetta samband hefur að bjóða. En þú átt eftir að svara með Villa Bjarna. Ég ætlaði ekki að taka Evrópusambandi. Nei, ég líka bara, þú veist, mér það önnur svona leiðilegu umræða. Já, en ég minna það er gott veður í fullt af Evrópusambandslöndum, það er bara alveg rétt. Vilt þú ekki gott veður? Ég er ekkert eitthvað á því að ESB var endilega lausnin við öllu, ég er ekkert svona... Það er ekki lausnin við neinu. Allt ömurlegt. Við erum með alltaf besta Evrópusambandið í ES-samstarfinu. En, nei, þú veist bara, margt gott, en þú veist, þetta eiginlega sannfæri með meira, sko. Hvað þið eru rosalega mikið á mótið þessu, sko. Það er eitthvað skrítið þannig, sko. Já, það er eitthvað skrítið. Það er ágæðsmælikvarði. Er þetta einhverju svona... Sérhagsmunir. Já, er þetta einhver mótþróraskun? Er þetta einhverjir barnaniðsringir? Er þetta eitthvað það? Nei, hérna... hættum að ræða ESB. Já, hann var alveg komin djúpt í samræðis. Þetta er eins og að ræða veiðikjöld bara. Já, ég held að við þurfum að... Ég kalla eftir því að við fáum að koma hérna í klukkutíma og ræða bara Evrópusambandið. Nei. Hann fá að heyra hvað Jakob hefur fram að fara. Þið getið farið eitthvað annað. Mér finnst mjög gaman að tala við ykkur, en ég held að verði ekkert sérstaklega gaman að hlusta á ykkur tala með ESB í klukkutíma. Það er auðvitað miklu skemmtilega að tala við okkur auðlinda stefna ESB miklu skemmtilega að tala bara nektarmyndir sem fáum sendar og hvernig fólk getur verið siðsamlega klætt. Ég er alveg sammála því. Nákvæmlega. Þetta grípur mig miklu meira. Við værum náttúrulega bara svona ákveðin tegund af fólki sem bara talar ekki annað þetta er svo leiðilegt. Og hann er í Viðreisn, sko. Þetta er maður í Viðreisn sem er bara með ofnæmi fyrir Evrópusambandsumræðu. Jæja. Hann er allavega ekki Íslandsmeistari í málþófi. Hérna, en við ætlum að segja þetta gott. Hérna, Valkyrja elskendur, elskum með ESB. Hjörvars Haflega elskendur. Já, og Hjörvars Haflega elskendur. Sem ég elska mest af okkur þrem segja. Við skárum honum það þegar þú fórst að klósa. Ég elska meira, sko. Herri, takk fyrir þetta. Gott að sjá ykkur. Takk fyrir það. Herri, já, til hamingju afmæli aftur. Lengi lifi. Húrra, húrra, húrra.